erum við ekki búin að íta á live? Erum við ekki að... Við tættum með þetta smástund. Já. Við tæljum bara niður. Við veitum ekki samt hvað við þurfum að tælja lengi niður. 24 sekundur. Já. 14, 13, 12, 6. Ég kann ekki tælja niður. Þetta spennandi maður. Getur ekki haft eitthvað, getur ekki sett... Heyrðu, settu hamingjan á. Hamingjan krítarkort. Efst til vinstri? Já. Neðst til hægri sig? Ég var sko að syngja með en svo fattaði ég syngja ekki vel. Já, við meðum ekki skemma lagið. Nei. Við erum bara að skemma nóg hlutum í dag. Við erum bara að skemma þetta allt saman. Hörðu, og við þurfum að fá vikingahotnið þarna á eftir. Heldur betur. Það er ekkert annað hægt. Þegar við erum komin í beina samkvæmt internetinu. Þetta er ótrúlegt. Þetta er að detta inn. Við erum við það að detta inn, Bjarki. Þetta er að gerast. Vídeó ekki tiltakt, segir internetið. Þetta er bara að gerast í beinni útsendingu. Já, við erum hérna að fara að hefja útsendingu frá Lárustofu í Víkinni. Við ætlum að horfa á dráttinn í Conference League. Hann fer alveg að byrja og við ætlum að taka smá upphitun. En sjálfur drátturinn er þarna upp úr klukkan 2. Þetta er stórkostlegt. Þetta er stórkostleg byrjun á deginu, Bjarki og Helgi Már Erlingsson. Já, takk fyrir það, Hörður. Við erum hérna í Lárustofu en það styttist í að við skiptum síðan náttúrulega Júfa og... Ég hef ekki beðið tæknimann að setja okkur í mynd. Jú, það var náttúrulega... Hann er náttúrulega ekki grænlenskur bara að nafninu til. Hann er líka grænlenskur í starfi. Hei, þarna eru við. Þarna eru strákarnir á sjálfan lík tækni á þjóðhátíðardaginn með borða í tilefni dagsins. Þetta er magna. Ég kann ekki sitja í sjónvarpi. Þú kannt það virðist mjög vel. Já, ég horfði alltaf á Hemma Gunn eins og þú ekki líka í gamla daga. Jú, en hann var bara svo hress. Ekkert stress. Ég er ekki svona hress. En takk fyrir að borða. Viltu segja okkur hvaðan hann kemur? Já, þetta er svona til þess að hafa Íslendingastempilinn á okkur erlendis. Okay. Og til dæmis er hugmynd í gangi líka að Víkingur fara kannski setja íslenska fánan á einhverstað aftan í. Já, í smá forgrunn. Já, í smá forgrunn. Fagna fánanum. Já. Það er víst þannig. Það eru útlendingar að fletta upp Víking þegar þeir eru að komast svona langt í Conference League og í Evrópu. Ég ætla að taka þetta með, sorry. Þetta er fánan. Já, það er alveg rétt og við erum alltaf búin að sjá alveg gríðarlega aukningu á samfélagsmiðlum síðasta árið. Geðveikt. Og það er bara alveg galið að horfa á tölurnar sem við sjá þarna. Við hefum aldrei séð þetta áður og ég held að sé ekkert Ísland búið að lenda í þessum aðstæðum áður. Sko. Það er snillt. Eigum við að vera að tala ensku þá? Nei. Við virðum fánan eins og sagt er. Já, virðum fánan. En já, það er 17. júní, það er algjör stemning og klukkan er núna 23 mínútur í 2. Já, Sverrir er úti í Neon sem er borg en er ekki aðgengileg, það er ekki svona reglulega stærðarsamgöngur þarna. Það er bara rúta sem pikkaði Sverrir upp á okkur lestastöðu eða eitthvað. Já, ok. Og svo bara keyrt út í sveit. Það er staðan. Já, ok, wow. Þar er hann í dag. Ég var að prófa eitt flip hérna, að hringja bara svona símtal sko. Ef hann svarar ekki, þá náttúrulega vitum við hann er ekki að vinna. Já. Svolítið þannig og hann náttúrulega er í vinnunni. Já, hann er náttúrulega situr í salnum núna. Já, gæti verið þar. Við sjáum hvernig hann svari. Þetta er alveg finn. Jú. Þarna kemur hann inn. Video post. Sæll minn. We're doing a live show hérna. Sæll Sverrir. Hvað segirðu gott? Hvernig er staðan? Nei, blessaður. Hey, champion. How are you? Hann er með einhverju meistara. Ertu að fara að ganga inn í salinn? Hvað er langt í þetta? Þetta er næs. Það er klukkan núna. Já, hún er 20 mínútur í. Já, það er hérna, hvað úr hverju? Hvað úr hverju? Við erum nefnilega líka... Djöfull, já. Sverrir. Já, ok, hann fer inn eftir 5 mínútur. Hann er að koma sér að salnum sínist mér. Hann er að gangi í einhverju stóri höll hana. Myndalegu drengurinn maður. Hérna, Sverrir. Já, við sjáum það. Þannig að hann gengur gegnum fótboltahliðið. Þetta er frekar cool. Þetta er elitan. Þetta er elitan í litlu fótboltaklúbunum. Já. Nú er meistaradeildin búinn og Evrópudeildin búinn og nú erum við hérna grasrótin í evrópskum fótbolta. En eru fulltrúar frá KR á staðnum? Hvað sagði þið? Eru KR-ingar á staðnum? Þú talar um elituna? Það með hvað sagði þið? Já. Ég skil ekki. Við erum í Evrópu, sko. Já, ok, sorry. Núna erum við að draga í Evrópukeppnina og þú varst að tala um... Ég ekki ekki minn eigin gildur þarna, afsaka þetta. Herðu, við ætlum bara að segja þér að þú sagðir að þetta var hvað og hverju. Það var svona hvað og hverju var líka stemmingin hérna rétt áður en við fórum live. Þetta var svona alveg að fara að gerast hvað og hverju. Þetta virðist virka. Þannig að þú kannski kíkir á okkur líka bara live á meðan þú ert að labba inn í salinn.
Já, erum við live núna? Já, við erum alltaf live. Við erum aldrei ekki live. Yes. Þú vissir það ekki áður en hringdum í þig? Ég vissi það ekki, ég veit ekki neitt. Þetta bara ég og Ronaldo. Já, strákurinn. Þarna hann. Heyrðu. Það er svolítið skrítið að sjá hann svarthvítan samt. Já, sjáum hvort hann til að koma í sumarglöggunum. Svo fer ég hinum einn. Og hver þar? Nei, okkar maður. Það er sjáin. En heyrðu, þú tekur einhverja myndir úr salnum en annars verðum við bara í beinni hérna og hlökkum til að meira frá þér eftir. Já, sko, já, það ekki bara. Jú. Komum bara inn, það tekur svona korter. Já, 20 mínútur. bara geggjað. Við verðum hérna, ætlum að bulla eitthvað eins og hafa gaman. Ok, þeirust. Takk svo þér. Þetta er tæknin. Tæknin hjá Viking TV er unmatched. Já, við tókum þetta bara mjög manuál hérna. Þetta var bara svona átt að vera. Já. Þetta við erum að reyna að hafa gaman. Flækjum þetta ekkert of mikið. Jú, kíkjum aðeins, Bjarki, þú ert náttúrulega tæknimaðurinn okkar. Þú svolítið stýrir sinnunni. Við Helgi ætlum bara að vera hressir. Já, það er rétt. Við borðan. Það er komin, það eru gögn. Helgi, þú ert búinn að liggja yfir. Ég er búinn að liggja yfir þessu. Það má segja það. Sko, hérna höfum við þetta visuált. Þið sjáu hvað Ísland er hérna í horninu. Já. Og það gefur auga leið að það er styst fyrir okkur að fara til Norður Írlands. Það er stysta leiðin. Já, númer 1. Og það er liðið Cliftonville sem er staðsett í Belfast. Má ég spyrja, númer 1 af því að þú vilt að við förum þangað? Eða er það bara númer 1 til tilhjörn? Já, það var bara númer 1 í listanum hérna hjá okkur. Það er númer 1. En reyndar ég viðurkenni að Cliftonville fannst mér svolítið spennandi út af að það er klipp sem við eigum til sem er kannski ekki tilbúið. Tæknimannir er að downloada það sem að Cliftonville er að spila knattspyrnu árið 1800. Já, þú talar þetta í gær. Já, þetta er fyrsta mögulega footage af fótbolta. Já, fyrsta vídeóefnið af fótboltaliði og það er Bjarki, ég veit ekki hvað þú hafið tími að undirbúa en við getum kannski kíkt á eftir en já, þetta er semst liðið Cliftonville frá Belfast og þeir eru alveg skemmtilegt lið sem væri gaman að fara til og heimsækja. Ef við höldum áfram síðan á tvistinn, það er liðið í Kosovo sem heitir Malincheva. Já, það er svolítið langt frá okkur. Það er nefnilega svolítið langt ferðalagi. Sjáu hvernig kortið tegir sig skemmtilega suðaustur fyrir það og það væri heljarinn að ferðalag og þú nú farið eitthvað á þetta svæði, hörður? Ég hef verið á þetta svæði. Ég var vitni að ákveðnu svona, það er náttúrulega að gerast ennþá í dag, þetta er leiðilega stríðarna fyrir Miðausturlöndum og við verðum vitni að þetta á Kýpur og Armeníu líka náttúrulega. Þetta er rosalega, þetta er langt frá þessum köllum Evrópa, má segja, frá landfræðilega séð. Já, þetta væri líklega, af þessum 4 væri þetta lengst fyrir okkur að fara. En Raggi Kristins er vantarlega búinn að bóka flug á alla staðina, þannig að það er engar ágjör honum. Við eigum von á honum í setti hérna fljótlega. Von. Eftir gerðaðin er ekki alveg vissum það, nei. En það er eitt á meðan við erum að fara yfir þennan lista, þá þurfum við aðeins að tala um að við erum með Bjarka tæknimann hérna með okkur og Ragga Mikael líka sem umsjónarmann og Gústa Bjarna FM líka með okkur. Gústi Kallidó mættur. Hann kemur líka í settið hérna eftir, en ef við höldum áfram á listanum þá er hérna, ég ætla að tala fyrst um Eistland, það er hérna Nomme Kalju, skemmtilegt nafn og þeir eru staðsettir í Tallinn og við þekkjum nú Tallinn, höfum komið þangað. Ég er ekki komið þangað. Nei, en það var skemmtilegur staður og það er spennandi lið til þess að mæta. Spennandi betur og mér langar sko kannettinni, ég var með liðin hérna áðan. Já, hérna, einmitt. Þú er búin að tala um Cliftonville og þú er búin að tala um Malincheva frá Kosovo. Svo erum við næst með þá, er það næsta hjá þér? Nú er það að tala um Nomme Kalju. Nomme Kalju, já, það er frá Eistlandi. Ég held að það var frá Finnlandi bara þannig að Bjarki leiðir þetta í 12. skiptið ég skil. Við höfum verið að fá svolítið þessi Baltic lönd þarna. En við þekkjum það náttúrulega vel og það er eftir að fara þar yfir í gegnum endilega bara Helsingi já, þau var ekki múin að skoða rifjað upp en í fyrra var flóið stór hópur sem fór til Tallinn og fór í gegnum Helsingi og aðra leggi hérna, það er góða tengingar til Tallinn. Ég er að fara til hérna á Helsingi Cup núna í júlí. Já, ok. Það myndi henda kannski bara vel við fengjum það lið frá mínum bætir. Já, og í júlí, hvernig ertu þetta í júlí? 4.11. Já, þú veist að fyrirumferðin í þessu er 10. júlí. Já, ég verð það bara að finna út í því. Já, þú finnur út af að við höfum eftir að tala eins um það að ég hef búin að skrökva af einhverjum vikingum að við ættum alltaf fyrirleikinn úti, en það er ekki rétt. Nú, það er búin að breyta reglunum, þannig að það er bara eftir hvernig drátturinn verður. Þannig ef við erum heiðarlegir hérna, bara heiðarlegir menn og góðir menn, þá megum við vera víkingar eins og satt er. Þá hérna gæti ég bara hoppað yfir fjörðinn. Já, það er no-brainer. Þú ert ekki að fara heim hana. Nei, ég fer aldrei heim. Þannig að þannig eru skemmtileg opnun fyrir þig og ef við höldum áfram til Wales sem er ótrúlega áhugaverður kostur þá er það að sjá þarna á tánni, ekki alveg á tánni þarna söður frá á Cornwall, já, 4. Heldur fjarkinn þarna, það er í Wales og það er liðið Haveford-West County. County sem eru þarna svolítið on their own, þetta er bær þarna og
lítur vel út og skemmtilegt. Ég hef ekki komið á þessu svæði. Væntanlega samskiptin leiðir þarna væntanlega mjög auðveldar. Já, þarna myndum við væntanlega fljúga bara á stóru borginnar. London væntanlega aðaltengingin. Þannig að draga þetta saman kannski í stöðumáli, þá ertu að tala um 1 og 4, þá ertu að tala um Norður-Írland og Wales, það væri Prima. Það er svolítið, já, ferðarlega, klálega. Kosovo kannski minnst. Já, hefur áhrif þreyta sem kemur í allan mannskap sem ferðast svona langa leið. Gefur auðvitað að þetta er miklu örfæðara ferðarlega fyrir liðið og alla í kringu liðið. Ég var ekki komið svona góða myndavél þegar við komum frá Armeníu, en ég hef viljað sjá sýna ykkur Nikola Hansen eftir það ferðarlag. Það var þreyta í þeim danska þá. Menn voru þreyttir þá. En já, skulum aðeins kíkja á þetta. Hérna eru liðin sem við gátum fengið áður en að dagurinn í dag byrjaði. Einmitt, þegar við öll liðin bara. Já, og þá var maður einmitt búinn að stilla upp einhverju lista og þá muni Rúnavík, er hún hérna? Já, kannski fer Bjarki fyrir að hitt fyrst, þá er hérna... Jú, þarna er Rúnavík meira þess að hérna á listanum. Ég ætla að útskýra eins hvað það er, sko, að þetta sem sýnir öll liðin þá sem eru í fyrstu umferð Sambandsdeildar Evrópu, forkeppni, þetta er reyndlega undankeppni til að komast í riðlakeppnina sem við gerum í fyrra, deildakeppnina og þarna eru lið sem við þekkjum nokkur en við erum vinstramenn á skjánum á hinni myndinni ef við svöpa bara milli sena Bjarki heldur þú sett með þetta falið á bakvið þannig að þetta með pílunni á það niðri minnir þessi þannig ég held ég sé ekki líka það er þetta ekki að róða eitthvað þarna eru Shamrock Rovers, Borac Banja Helsingi, Flora Tallinn, Klaksvík og svo Víkingur þannig að við erum 7. sterkasta liðið í þessari umferð bara það er sturlað sjá við erum komið 10.750 coefficient points alveg magnað sko og það var frábæra árangur í fyrra væga sagt þannig sjáum við líka Val og Valur er náttúrulega við erum sem það kallast seeded en það þýðir voða lítið fyrir mér þetta seeded unseeded það þýðir einhvern veginn að við séum meiri við höfum í gegnum síðustu 5 ár og þannig að við erum aðeins með yfirhöndinni ef svo má segja en það er ekkert gefið í þessu eins og við vitum við erum bara búin að sýna það síðustu ár en þetta klálega hjálpar Víking og okkur og við erum bara sjáum við að liðin sem við erum búin að fara yfir þessi 4 eru ekki með skor sem er hærra en 4.000. Nei og við sjáum kannski líka bara nefnum að Atletic Alcaldes, þetta er komið hérna með honum okkar manni, hvað heitir hann, sem fekk höfuðhaukið, Andorra maðurinn. Já, fertugaginn. Já, hann er frábær, hann fekk Treinos Pablo þegar við fórum út í Andorra. Okay. Þarna eru líka lið eins og Santa Coloma sem við þekkjum náttúrulega mjög vel frá því fyrra. Við tókum þá í 0-0 hérna úti, 5-0 hérna heima. Og þannig að segja að Cliftonville er fyrsta liðið á þessum lista, er það ekki rétt? Jú. Í 2500 þannig að miðað við en nú hættum við að tala um Víkinga við erum aldrei litlir eins og Bensi segði alltaf svo vel að þarna erum við bara í stöðu sem að hreinlega sama hvað liðið fáum er ekki bara krafa og við förum áfram hrein krafa það manni langar að segja það við segjum það bara við erum þar bara 7. júní stórir við erum með borða og ertu með vætskotið Bjarki við erum að klippa hans á víða hvort þið náir því já þarna kemur það líktækni, þetta er þráðlaust. Já, þetta er þráðlaust og hörður, hérna, ég var með laskglaðsandaðir, eða vaskglaðsandaðir hérna. Takk hérlega, með Adil Taui 44, sætla minninga, þarna satt ég út á velli og grét, ég grét, þarna eftir þennan leik. Þetta er að fallega sem ég upplifað í Víkings samhengi. Þetta var svo flott allt hjá Lask. Var þetta fyrir þig eða fyrir mig? Þetta var fyrir þig, ég er með hérna annað glas með bara soft drink. Já, við erum aldrei með neitt sterkar en Pepsi Max hérna hjá okkur. Nei, þetta er það bannað. Það er nákvæmlega þannig. Svo erum við með hérna Gunnar Magnús, þú verður að virða útsendinguna. Gunnar, hann kemur hérna inn, Helgi. Já, ég veit. Við erum í beinni útsendingu. Jæja, hérna, hann Bjarki komið strauminu upp, hann er komin í gang, við sem ekki skipta hann kannski alveg strax. Getur Bjarki lótað upp kannski ykkur hérna frá Helga? Já, ég ætlaði bara að segja ykkur líka, tala eins dagsningar. Við erum ekki með þetta vissuált hérna, en það komast inn á daginn, 10. og 17. júli, það eru dagsningar á þessum leikjum, heima og heiman, sem við erum að fara að sjá í þessum drætti. Ef Víkingar komast áfram, þá er það umferð 2, sem er hér 24. júli og 31. júli. Einmitt, og það er dregið í þessa umferð á morgun. Það er rétt. Þannig að á morgun verður Sverrir aftur í Neon, með Messi og Ronaldo og glæsilegur. Já. Og við ringjum náttúrulega í Sverri aftur innan eftir, við verðum að gera það bara með henni bitni allt kvöld sko. Þetta virkaði bara, hendur bara í þetta sko. Og langar bara að klára að það er síðan 3. umferð og ef við komumst þar í gegn, þá ertu komin í playoffið sem við þekkjum síðan í fyrra. Já, þar var Santa Coloma umferðin. Einmitt. Þannig að við horfum móti í fyrra spilum við móti Shamrock Rovers, hlutum þar út, fóru þá í aðra umferð. Í conference. Já. Þar mættu okkar menn frá Levadia. Já, Tallinn, það er eitthvað land frá Litáen, Lettlandi. Já, var það ekki? Það var grænt lið, já, öll græn hana. Við spilum út í grænliðum. Var það
fórum við gegnum þá lendum við mútið Egnatia. Nú, ok, en þú kunnaði þá Flóra Tallinn, var það ekki þetta miðjan ágúst? Þá var Flóra Tallinn á undan, sko. Já, ok, þá var það á undan. Okay. Já, Egnatia kom okkur held í Santa Coloma leikin. Já. Það sem að Pablo meiddist í móti Egnatia. Það var verslunum helgina sem sá leiku að spila, ég man það. Já. Þannig að við bara, ef þetta gengur alltaf eins og við fyrra, þá þarf bara að fara að rífa sig í gang og ekki taka sömufring strax, sko. Nei. Ég mæli alveg með því að bíða aðeins með það. Já. Þannig að þetta er mjög spennandi. Og svo er alltaf bara gaman að fara við það að leikdagarnir í deildarkeppni sem við þekkjum svo vel. Já. Þeir eru í október, nóvember og desember. Þetta er mjög svipaðar dagar á í fyrra. Mjög. Svo er bara spurning með febrúar leikina, hvort við skoðum þá ekki bara næsta drætti á morgun. Já. Þeir eru í lok febrúar. Já. Þetta er náttúrulega klikkað og horfir á þetta, hvert Víkingur komst inn í fyrra. Já. Og bara þetta er alveg ótrúlegt. Já, ég get bara sagt ykkur það verður út á vellinum í Aþenu að horfa á þetta lið. Ég trúði, með að banna að sitta sem ég satt við hotfónan, hægra megin, að horfa á sjóleikin. Þá var ég hægra megin við hotfónan og alltaf var að banna mér að sitta þar. Ég sagði, ég er með rauðan passa hérna, láttu mig í friði og þá hlýttuðu mér. Svo satt ég þarna og ég fór í svona smá hugarást, ég trúði ekki. Þegar við vorum ennþá inn í leiknum, rétt ára en annar marki kom með Panathinaikos, við erum að fara áfram. Þetta var svo galið að upplifa þetta. Þetta er galið. Þetta er ótrúlega, þetta er þessi vegferði fyrra, ég held að við verðum með þetta betur, við verum eldri. Já, algjörlega, og maður hvetur Víkinga til þess að reyna að nýta svona tækifæri að koma og horfa á leiki í Evrópu. Bara fólki sem kom til Linz, fólki sem kom til Helsinki, Einmitt. Þetta er og Aþenu, þetta er bara, þetta eru minningar sem að endast manna ævina. Og í Írlandi fyrra var náttúrulega fyrsti leikurinn hann á móti Shamrock. Ég komst ekki, ég var í erlendistað, en það var að fylgjast með ykkur það var æðislegt. Það var mjög gaman og vel heppnað og Víkingur áttu náttúrulega bara, við áttum bara að taka hann leik, Víkingur voru betri. En það var líka, þarna lærði maður sem áhorfandi, hérna Gunnar Magnús sem komin, við stóðum saman hann í stúkunni. Með Pepsi Max. Já, þar sáum við hvernig þeir tók okkur reynslunni, með öll triksin í bókinni, maður var orðinn brjálaður eftir 2 mínútur á leiknum. Lá markmaðurinn bara á boltanum, bara til að liggja hérna í 20 sekundur og við öskrandi á það. Við ætlum að þekkjum Katla markmaður meistaraflokks kvenna, hún er með mikla reynslu í Pickford aðferðinni, þannig að við getum fengið hann alltaf að kenna yngar að þetta. En já, og líka bara tölum við útsatta leiki og deildakeppni og framtíðina og svona, en bara það eru leikir hérna framöndan, vonandi 3 heimaleikir hérna í Víkinni, ef allt gengur vel. Nei, 4 með umspilinu, þá við hvetjum ykkur til að mæta líka á þá leiki. Það verður stappað, það verður ekkert að standa, það verður seldið miðar í forsölu og það verður seldið miðar í sæti, það er skylda frá UEFA. Við hvetjum í fyrra komast miklu fara en fólk var að koma svolítið seint inn í þetta. Ég myndi mæla með bara því fyrir því betra, að því að þeir sem eru ásmiðahafar, þeir fá forgang í miðaköpin. Já, það er svoleiðis, það er svo búið að gefa út nákvæmlega. Þannig að hvetjum, þú er ekkert of seint að gerast ásmiðahafi þó að það sé komið mitt sumar, sko. Alls ekki. Nákvæmlega. Og þannig að það eru lykildagsningar núna sem við erum að horfa á 10. júlí og 17. júlí og við vitum ekki fyrir eftir nokkra mínútur hvort það sé heima eða heiman í 10. júlí og 17. Já, og eins og ég segi, bara kannski leggjum að þeir eru einhverjum að koma inn núna, þessi mynd sem við sjá núna, þarna erum við að tala þessi 4 lið, það er Haverford West County sem er frá Wales sem er nummer 4. Já. Við erum með Cliftonville frá Írlandi, Norður-Írlandi, nummer 1. Kosovo, Malísjeva. Þeir eru nummer 2 þarna. Já. Og Nömmi Kaljú frá Íslandi. Þetta eru einu 4 liðin sem við getum mögulega fengið í þessum drætti. Við drögum þetta einu þessara liða heima eða heiman. Og út af ótrúlegu gengi og góðu gengi þá er Víkingur með rúmlega 10.000 koeffísient stig og þessi lið eru ekki með svo mörg stig þannig að við erum með yfirhöndun eins og það kalla í þessum drætti. Já, þetta er svolítið viðsnúið frá því hitti fyrra. Já, og einmitt, það er eiginlega bara magnað að sjá við hérna Víkingur vinstramegin hérna í 7. sæti með Klaksvík fyrir ofan sig, Tallinn sem við þekkjum vel og bara með smagna líka. Og stóra klúbba eins og HJK Helsinki. Þetta er vina klúbbur okkar, sem hjálpuðu okkur alveg gríðarlega í febrúar. Borak, unnum við þá ekki? Unnum þá nú, svolítið stórt. Og Shamrock dýrin. Shamrock, sko, eina sem ég biðum í öllu þessu ferli er að mæta Shamrock eitthvað starf. Er það bara ég eða? Nei, maður er búin að heyra það, sko. Menn er að kasta því fram. Það væri mjög gaman. En við erum ekkert búin að fara yfir. Það var aldrei einu svona uppgjörsvídeó sem að fara yfir þetta á Írlandi í fyrra, sko. Þegar Dublin bara, hún var dálítið... Var hún svart og rauð? Hún var svart og rauð, en hún var bara svolítið sérstök, sko. En Baddi mætti og tók lagið, ekki? Jú, Tómas Þórðarsson var þarna. Það voru allir. Ekki ég, stímiður. Ég kem næst bara. Ég er búin að segja öllum að vera með í öllu, svo bara ekki sjálfur á það, sko. Við eigaðum þig bara inn í þetta núna. Já, takk ég mig eitthvað svona cardboard cut á mér. Já. Það var ekki leiðilegt að virða mig kannski þannig einu sinni. Bjarki, eigum við eitthvað klipp inni hérna af senum sem vorum ekki búin að preppa? Ég veit ekki, þetta Cliftonville fótboltavídeó hérna, varstu nokkuð búin að importa því? Nei, ég var ekki búin að. Við nefnilega vorum sko
við vorum í gærkvöldi eftir KR-leikinn að ræða þetta bara föttum það eru 14 tímar í hérna drátt og ef ekki bara henda ykkur saman og hérna, ef þú kannski skiptir aftur í víðusönuna Bjarki með tæknihotnið þá sem sagt kannski ekki sínum ykkur aðeins hérna Gústi Bjarnar, sjáum hann hérna hliðina á okkur ég ætla að gera eitt núna þú lýsir þetta og hérna, hér eru tölvur og græjur þetta var sett upp á innan við 1 klukkutíma í heildina og hann farin að stað Helgi nefnilega hann sem sagt hérna með núna síman sinn á svokallum gimbal hann Gunnar Magnús býtu Pepsi Max sé ég við það en hérna við erum í Lárustofu í beinni og Helgi kannski sýndi okkur líka mynd af henni Láru okkar hérna það var nú gaman að sjá hana í sjónvarpinu hann yndislegu konu og þakkum endilega innilega þeim í viðburðarráði sem að sáum að merkja þetta fyrir okkur stórkostlega vel gert frábær kona frábær félagsmaður hún og Ásgeir maðurinn hennar og Gústi kominn þetta með sorgleiraugun en það er alltaf mikil birta í víkinni og hérna hann þetta eins og settið á 70 mínútum alltaf Pepsi og snakk veit ekki alveg, ætlar þú að taka einhvern ógeðisdrykk eða eitthvað þannig? Ok, til að skoða þetta ok, herðu, við erum bara að detta í það eru 4 mínútur í þetta samkvæmt mínum útrýningum, 5 mínútur og ég held að væri bara sniður okkur að koma streyminu bara stað, ekki lækka bara í á meðan eða eitthvað það í gangi ég að tala með eitthvað gæðavandamál hérna þetta náttúrulega ekki hægt sko við erum að keyra þetta á 5G net hvað er þetta net rátir bara og hérna þú ert líka komin aðeins aftar þetta er not live hjá þér þetta var málið líka Bjarki svo ég segi þetta fyrir útsettingunni þarft að hafa gluggan fókuseraðan held ég fann hann í fullscreen til þess að hann detti ekki aftur og hún stoppar annars ég lendi út í Andorra þannig að setjum við bara live á eftir í fullscreen við erum ekki með neinn önnur vídeo kannski er þetta Bjössi beinni frá bústanum já, Björn Hallgrímur sendi góða mynd á okkur hann er að streyma okkur sendir hann hlýjar kveðjur eða er hann að gera grín á það? Nei, hann er að senda hlýjar kveðjur klálega. Það er eina sem ég vil heyra ég held nefnilega í dag þá fáum við vita þetta lið en á morgun við þessi umferð eins og dregin á móti öðrum ég veit ekki hvaðan þau lið koma veist þú það Helgi? Sem er í round 2 á morgun, já, er þetta allt sami hópur? Já, þá er það bara sett á vinnar úr þessu einvígi á móti þessum og það er aftur fengið þá getum við fengið unseeded líka já, klálega okay. Þá er ekki valur held ég við getum ekki reynt á móti mótari innanlands ok, getum ekki fengið val, getum ekki fengið og gott hjá Káa þeir fá að fara beint í aðra umferð dálítið skemmtilegt og við getum ekki fengið þá Sverrir sendar skilabóð segir hann er að secreta Haverford West já, hann er að fíla þetta það er eitthvað við það, ég er alveg sammála eftir að það fór aðeins að trenda herðu og við vorum með könnun í morgun á stuðningsmannasíðunni við verðum eiginlega að lesa upp niðurstöðunar núna rétt fyrir klukkan 3 mínútur í og ég held við séum alveg að vera reddi hérna en við ætlum rétt að hlaupa yfir Haverford West County er að fá mestu kosningu og Clifton vil í öðru sæti Ég ætlum að fá að senda eina mynd hérna á skjáina því að það eina sem að myndi gleðja mig núna væri að sjá þessa mynd á skjáinu. Já, hún er á leiðin til Bjarka. Tæknimaður, viltu vinsamlega setja þessa mynd beint á skjáin og hérna, ég ætla bara að sýna ykkur það eru fáir menn í heiminum sem ég þoli ekki að vera ekki þarna, sjálfur, persónulega. Já. En ég samgleðst þessu gerpi sem er að þessari mynd svo mikið að hérna, kannski tæknimaðurinn er að klúra þessu. En mér finnst við ættum að fá bara strákarna sem hérna, allir eiga að koma og tróða sér, þetta byrjar, það er allir sjá þetta, þá bara eru bara allir að koma í sófan. Já, þetta er ekkert ykkur, við erum ekkert að fara að missa okkur hérna yfir ykkur, þú verður örugglega minkar með mikið sko. Stöktu bara úlpunni og gáttu. Ari Már, hvað er þú? Já. Heldur ekki dregin bara með rauðatarna Þú svo farin aðeins til hliðar og sérðu þarna já. Það er að koma góð mynd af Sverri hérna eftir smá stund. Heldur ekki bara vinkana með á svona. Svo Sverrir er semst búinn að setja fingraförin sín á málminn. Sverrir náttúrulega er algjörlega málmóður einstaklingur. Og hérna sjáum hvort það virki hérna hjá tæknimannum. Hann fékk ekki auðvelt verkefni í hendurnar, hann Bjarki. Ari, góttu bara hérna? Alls ekki, en þetta er bara mynd sem við verðum að sjá. Já, þarna. Því líkur maður og þetta er augnakonfekt og toppmanniski, hann er með AirPodsin tilbúinn fyrir útsendinguna. Herðu geggjað. Og hérna, ég held að við vorum náttúrulega ekki nema hvað, 3 umferðum frá því að vinna þetta í fyrra. Já, það er rétt. Þannig að hann þarf að kynna sér bikarinn. Hvernig er að halda á honum? Flottu bikar, maður. Djöfull Sverrir flottur annað maður. Hann er geggjaður. Hann er alveg með þetta.
Já. Og tökum Sverri fyrir sín störf fyrir Víking. Og þó ég hugsa þegjandi þörfuna fyrir að vera þarna úti. En hugsa ykkur, hann kominn hann til Neon og hann var hérna í gærkvöldi gólandi í mikrofónin á móti KR. Tæknin svo mögnuð. Hann gæti bara að fara í flugvél og alveg magnað ef við pælið í. Þetta alveg magnað. Og svo erum við hér ennþá, en Sverrir þarna úti. En annars ég sé eitthvað grammur yfir því, sko. Alls ekki, hann bara komið eitthvað barnaskjáði, hvað að gerast. Og sonur þinn? Já, þetta er sonur minn, og Ari og Gunnar Magnús. Ég kalla hann Gunnar stundum son minn líka. Gunni er náttúrulega, já, hann þarf eitthvað aðstóð, hann Gunni, það er klárt. Nú þarf við bara að kanna hvort það sé hreinlega Bjarki í live að þessi gaur frá þeim úti hérna í UEFA er mjög leiðilegur. Jú, þetta er live. Það er hotnið laust hérna. Getum við ekki bara sett í gang hljóðu undir svo við heyrum þetta byrja bara á, höfum bara látt, það er eitthvað svo tónlistrugl eða eitthvað. Engin tónlist. Klukkan er núna á slæðin, hún var að slá í 2. 4 úti. Eru menn seinir á því í Neon, Sverrir er væntanlega búinn að taka byggarinn og hlaupa út með hann og það er alltaf að vera vitleyst út í. Við þurfum að face-swappa þessum byggarmynd þarna, já. Við þurfum að biðja fólk um að refreina frá snakkáti hérna, það brakar allt í útsendingunni. Við erum ekki bara að borða snakk, Ég hef smá áhyggjur af þessu að Gunnar Magnús er kominn hérna inn til okkar. En hvað segir þið hinir hérna í settinu? Hvað lið viljið þið fá? Norður-Írland. M1, Clifton Vale og Gunnar? Wales. Þetta er bara komið í gang. Þetta er bara, við erum með, og ekkert hljóð. Menn eru bara á öllum löndum, við erum að taka þetta, saman hvernig þetta ver. Jú, það er hljóð. Ég heyri það bara ekki hjá mér. Það er alltaf læg. Nú hlustuðu bara aðeins. Já, ég held að við þurfum að hækka hans meira bara í vafranum, sko. Ég held að það sé ekki botninn þar. Já, hækkum bara meira í. Þetta má alveg vera í botninn, það heyrist ekkert í útsendingunni frá okkur, held ég. Vonum bara útsendingin sé að virka, er að gera ekki allt í góðu þá með hljóðið? Já, tæknimaðurinn. Viljum við eitthvað tósa okkur niður á meðan þetta núna? Við bara þeim á milli. Þetta er bara hjá þeim nefnilega, sko. Það er mjög amatöris. Það er svolítið sérstök aðferð, sko. Ok, við erum komin aftur að hörðu, þannig er þetta bara unseated og seated, pottarnir sjást þetta á mynd. Já, nú kemur þetta. Þannig að fara að útskýra þetta. Thank you, Tom, and good afternoon, everyone. Before diving into the technical procedure, please note that Branko de Kock mætur. draw procedure with all relevant information was published in advance of the draw. As a reminder from this information, the first leg of matches are in principle to be played on 10 July and the return legs on the 17th of July. However, before finalizing any arrangements for these matches after this draw, please keep in mind that any fixture reversals or changes of dates will be communicated to the clubs and national associations later today. Já, eitthvað nálega hérna mútið, maður sér það. We can now move for this. We have a short video. Nei, UEFA. Þetta er UEFA, sko. Við erum bara rock solid, sko. Nú kemur smá myndband sem útskýrir það. Clubs are seeded for the draw in accordance with the club coefficient rankings established at the start of the season. The UEFA administration may form groups comprising an equal number of seeded and unseeded clubs. Clubs from the same national association cannot be drawn against each other. The UEFA Executive Committee has decided that teams from certain national associations may not play matches against each other. Clubs from such national associations cannot be drawn together. According to the participants of the draw, the groups will be formed in order to respect all of the principles. All the clubs in each of the groups are randomly assigned a number according to the number of teams in the group. The ties are determined by means of a draw. 2 bowls are prepared, one for the seeded teams and the other for the unseeded. 1 ball will be taken from each bowl and are then placed in a central bowl where they will be shuffled and drawn again. If the first ball drawn contains the number 2 and the second number 8, the clubs that have been assigned the numbers 2 and 8 in each of the groups will play each other. The first ball drawn containing the number 2 designates the home team for the first leg in all ties of the applicable groups. The same procedure is carried out with the remaining balls until the draw is complete.
After the draw, Spennan if it magnast. becomes apparent that any ties are or may potentially be affected by city or stadium clashes, Já, these þetta bætist við clashes will þetta. be resolved in Hefur accordance with the líklega ekki mikil- principles ja, set vonandi by ekki the áhrif á Club okkur hérna. Competitions Committee for City and Stadium Clashes. Þannig að þetta er stærsta ástæðan fyrir því að við vorum ekki í Kaupmannahöfn. Já, rétt. Smá brasa okkur fyrir heimaleik í febrúar. Hérna sjáum við riðlana Now that we síðan. have the key information, I'm just left to explain a few details of today's draw. As explained in the video, the 48 clubs involved in the draw have been split into 6 groups of 8 teams, with 4 seeded and 4 unseeded teams in each group. You can see on the screens in the room here and in the published draw information which group each club is in, as well as the number that has been randomly assigned to each team for the purpose of today's draw. Hvað var númerið hjá okkur? With that, 5. as the balls are prepared here in front of us, everything is ready, Tom, and I think it's time for us to get started. Ég er sammála The Cock þarna. Rífum okkur í gang, Tómas. Já, það er seated, potturinn, við erum þar. Við viljum fá númer 5 upp. Já. Já. Er þið með unseated listan líka hérna framan ykkur? Ok. Þá fyrir til miðjuskálina og svo hræra þær hressilega þarna. Já, það er 2 kúlur, það er gott að hræra þeim. Það er mikilvægt. Já, þetta er cool. Þetta er heimalið væntanlega. Þannig að, hvað? Það væri nú gaman að fá þetta. Jæja, þetta er ekki viss. 7. Ok. Við viljum fá útileik fyrst, ekki satt? Jú, er það ekki? alltaf Það besta er það leiðin? sem er sagt að sé betra. Jú. Heyrðu, bingo! Nei, við erum númer 5, Nei, fyrirgefðu. já, Ég var ég var spenntur. bara, já, þetta var gott, byrju. Herðu, nú þurfum við eitthvað að rýna í Já, ekki gæðin. gera Þarna, þetta. við erum, sjáum samt, við erum númer 1 þarna hægra megin. 5-1. Ok, vá, þetta eru leikir hérna. Veitu Við hvað er missum maður að þetta sjá? Nömmi Kaljú, þeir eru farnir. Rúnavík, vá. Ekkert Leisland, það er staðfest. Ok, það er staðfist, þannig er Kaljú farið. Já. Ok. Jæja, þá Hrannar fór Ísland. Við hvetjum UEFA til að leita sér hjálpar varandi þessi netmál. Sími á setti. And lastly, SS Trefiori FC from San Marino against FC Punic from Já, þetta er sko straumur þeirra sem bara einhvern veginn hvetjum. Þetta lítur þetta inn. Jæja, hræraðir. Til að minna á, við erum númer 5. Já, sko, Samkvæmt þessu. já, ok, það er staðfist, ég er ennþá skilur það. Jæja, hvað kemur núna? 3. Já, við erum ennþá í leiknum. Hver er þá? Ég er ennþá í leiknum. Já, við hérna í Lárustofu erum ennþá í leiknum, we're in the game. linked to the pairing of number 8. Aja, 8, ok. ok, Það er bara má 50-50 sjá. núna. St. Patrick's, þetta er Larni, hérna. má sjá. Hvað Þetta er ekki- gæðin eru hræðileg hérna núna? Maður sér ekki. FC Hegelmann síns með þetta. Larne. Ég get ekki séð þetta. Nei, Hafifort vestur farnir, þeir eru farnir. Hvað eru þeir þarna? Þeir eru hægra megin næst. Hérna, já, og það er farið, Wales er farið, Nú maður. stendur þetta á milli Kosovo eða Norður Írland sem Já, staðan er núna. hörðu, það er allir að hugsa það sama, við erum Já, ekki, veist. við segjum það ekki upp átt, Nei, en við segjum hugsaum ekki það sama. upp. Já, hörðu, Bannað að segja þetta Kosovo upp eða Clifton Ford, Clifton Will með þig. Já, þetta er skrifað í skíin, segjum það. Já, Þú varst búinn að já, tala um ég er þetta búinn að tala um þetta, allan einmitt, búinn að tala um þetta hérna sístu vikur. Og nú hræra þær þessar kúlur. Hörðu, þetta er nú hraður dráttur. Já, hraða dráttur áttur og fínar kúlur. Það er hvað gerist núna. Maður er best að leggja í okkur, eða? Það er alltaf búinn að leggja í Hraður okkur. dráttur og fína kúlur og þá kemur upp á bátunum upp úr egginu. Númer hvað kemur? Nú er komið að þessu, FM-an. Númer Þetta er 6. sex, Og nú viljum við fá 5-una. Þá Já, erum við í þá erum leiknum. við- Þá er ég í leiknum. Við dráttum allt um mig. Þá byrjum við hérna útileik. Já, við viljum byrja útileik. Hvað þýðir 6-1? Já, vorum við ekki 1 þarna upp á hann? Nei, Sjáðu. þetta er Valur. Valur, Þeir fá Flóra heyrðu, Tallinn. Víkingur, heyrðu. Það er Kosovo. Já, Það er Kosovo. Það er niðurstaðan. Við erum ekki með réttur upplýsingar, en Já, þetta er samt það er niðurstaðan. Kosovo, Víkingur. Við erum farið til Kosovo, byrjum á útivelli, fáum heimaleikinn, setni leikinn heima. Þetta er bara ákveðin skellur, Þetta er Malin Sheva en hérna, í Kosovo, sem er sko 23 mínútur frá höfuborginni í bíl. nú væri gaman ef að UEFA myndi sækja yfirdrátt og kaupa sér stærri nettengingu. Já, þið er valur að fá Flóra Tallinn hann. Þegar flóta, það er ekki góð dráttur fyrir valsarana, þeir eru Flóra Tallinn eru sterkir. Það er lúmst.
Jæja, það Kosovo strákar og stelpur. Jæja, það alltaf kósi í Kosovo. Já, það Sverrir búinn að semja ykkur markastexta fyrir þetta Já, fáum við leiguflug eða erum menn eitthvað fannst að kasta í vél? Ég held að Næsir sé ekki lengur til, þannig að ég held að gangi ekki því miður. Já, en það menn skoða options eða hérna hvað í boði? Við sjáum hvað í boði. Eitthvað þurfum við að gera, við þurfum að horfa á hann leik. Já, við ætlum að vinna hann leik. Þótt þessi smá ferðalag, þá bara tökum við þetta. Þarna eru Cliftonville. Hvað fær Cliftonville? Fá St. Joseph's frá einhverju Gibraltar, já. Borats og Santa Coloma, það nú lið sem við þekkjum vel. Já. Við vorum áðan. Bara Cliftonville að detta hann út og Joseph var með okkur í seated. Draugapils. Já, Draugapils maður. Það var eitt skemmtilegasta nafni hérna, Draugapils. Já, þarna kom FM 957 Gústi að Dúpa Lípa ættu frá Kosovo, þannig að það strax orðið sölupits að fara til Kosovo. Sverrir kemur ekki heim, nei, hann kemur ekki heim fyrir morgun væntanlega. Sá hvað gæðin bötnuð á streyminu, allir hættir að horfa. Sko, það staðan þannig, við fáum, hvað sagðir, Marmers, eitthvað? Já, Maliseva. Já, frá Kosovo. Svo morgun, á sama tíma ekki. Jú, ég er ekki alveg sjór. Þá verður dregið aftur hvaða liðum við getum mætt í annar umferð. Ég er rétt. Þannig að einhver af þessum einvígum sem við horfum á nú rétt í þessu, þau verða mótherjar okkar í næstu umferð. Já. Og til þess að ítreka það að 10. júlí leikurinn út í Kosovo. Stemmir. 17. hér í Víkinni í Hamingjunni. Og bara beint á dúhopp núna. Já, bara ég sé að Raggi byrjar að leita. Raggi Kristins farin til Kosovo. Já, hann fara að segja okkur hvað hann bandaði. Það komst hann ekki í dag. Já, þetta bara búið að vera frábært hjá okkur. Hafa þetta eitthvað mikið lengra eða? Nei, þetta ekki bara... Viljið eitthvað lesa þetta lið? Eða eitthvað fara yfir hvað við vitum þetta Maliseva? Já, getur kannski kannað Bjarki, getur farið á síðuna núti og fundi bara liðið eða slærið bara uefa.com og slærið Maliseva eftir. Sko, Maliseva is a town, bæri í Kosovo og ég var búinn að kíkja á hann, þetta var eitthvað 25 mínútur akstur frá höfuborginni sem að ég ætla ekki svona þykjast muna núna, hvað heitir náttúrulega muni, ég var sigur á hann, Pristina? Já, Pristina. Já, það meira, það hálftími. Og liðið sem slíkt hérna, ég get líka að lesa aðeins meira hérna, ef við erum ekki alveg búin að klippa á það. Sko, já, einmitt. Hvaða dag var þetta 10. júlí þá. 10. júlí, slúm kíkja á flugin hérna. Já, hvað segja flugtengingar? 10. úti, staðfest. Og hvaða dagur þetta bæðið? Þriðdagur? Fimmdagur? Miðgudagur? Fimmdagur, já, ok, fimmdagur, það jákvæmt. Ég hef leitað að meira sexy tengiflugum með þessum, skal við ekki það. Sko, þeir spila á velli sem tekur 1800 manns. Völlurinn heitir Liman Gegah Stadium. Nætulug, það komin, hvað eru verðmiðar Ragnar á ykkur svona bökkum? Þetta í kringum 90 skall. Já, 90 skall. Og við erum að tala út alltaf að fara millilenda. En vil ég heyra hérna, þessi klúbbur var stofnaður 2016. Nei! Jú, þetta magnað. Spilar á 1800 manna velli. Já. Football club dedicated to nurturing young talent. Þannig að það búið að ganga vel að nurtura þetta unga talent. Heldur betur. Þeir eru í Kosovo Super League, lendu í fjórðarsæti í fyrra. Já. Og eru, Liman Gegah Stadium. Og það hann Bekim Isufi sem hann að þjálfa. Já, það ekki mann vel. Já, og að kíkja hvað svo gæði gamall. 76 mótil, já. Bara okkar aldrei. En hérna, sko, við spilum út bláu liði. Það nýtt. Já, hörðu. Það verið að trend. Það kannski þetta bláa tímabilið. Já. Það var grænt í fyrra. Svo líka EM í gangi á sama tíma þarna, þannig að landsliðið og svona blátt eitthvað. Já, þetta gera doppulferð. Kíkja stelpurnar, þær eru að spila þarna annan, 7. og held ég 11. eða eitthvað í Sviss. Já, þetta nú bara einhver hugmynd. Þetta sláum saman í eina góða ferð. Við setjum inn upplýsingar á samfélagsmiðla bara eftir smá stund. Erum við ekki bara góðir? Jú. Er það ekki? Við bara gerum á þetta, við þurfum að vinna þennan leik. Mér langar að rosa sinniðinu sérstaklega, við hafa verið með minna vesen en Gunnar Magnús. Það ég er bara að taka það sérstaklega fram og bara vel balinn drengur. Já, takk. Gunni, ég reyna alveg Gunni upp en þá. Við þökkum bara kærlega fyrir okkur hérna Víkinni og Lárustofu. Takk fyrir hjálpina Helgi, takk fyrir Bjarki og takk fyrir að koma Gunnar minn. Takk allir. Let's go bara.